Já, góða kvöldi, gott fólk. Við erum komin hérna til að horfa á leik Tindastóls. Það er Grindavíkur og Tindastóls. Tómlistöld karlar. Næsti leikur fyrir jólafrí. Góða lagi, sýnist Svabbi ekki vera með. Svabbi er ekki með í kvöld. Ég er ekki búinn að sjá hann. Var búinn að sjá hann eða? Nei. En Grindavík er nú með sitt sterkasta lið, nýbúinn að missa kanan sinn, Erik Weiss, sem fór til Suður-Kóreu. Það er spurning hvernig þeir gekk nú mjög vel áður en að þeir fengu kanan. Hefur gengið upp og ofan eftir að hann kom. Ok, það heyrir samt svolítið mjög hátt í sjálfum mér. Já, þú verður bara að setja inn. Halló. Aðeins upp. Pínu. Halló. Gott. Má fá meira aðeins hérna úr vélinni. Halló. Ég heyri þér. Heyri magnum á þér. Ég heyri ennþá í honum. Já, þú heyrir bara ekki. Já, er það bara ég? Já. Já, ok. Hvað er það? Þú verður bara á litið. Þannig er Ólafur Björn Stefánsson mættur í hús. Snemma að vanda. Já, ég heyri þér. Ég vil. Jú. Nei. Ok, það er gott. Það er hérna umhverfisljóð. Já, aðeins meira. Já, svona gott. Ok, þá ég er bara ferskur. Já.
komin. Velkomin í úrslitaleikina. Það er síðasta heimaleik Grindavíkur karlamegin fyrir jól. Við bjóðum Tindastólsmenn að sjálfsögðu velkomna. En áður við kynni þá að sjálfsögðu kynna dómarana. Það eru Leifur Skarðarsson, Jón Guðmundsson og Davíð Kristján Freyðarsson. Eitthvað snabbt á. Og þá er það gestirnir frá Sjálfsögðu. Númer 4 Ingrid Magnússon. Númer 5 Arnar Guðmundsson. Númer 6 Geron Hill. Númer 7 Pétur Birgisson. Númer 8 Helgi Margeirsson. Númer 9 Sigurður Páll Stefánsson. Númer 11 Hannes Ingi Lásson. Númer 12 Viðar Árnason. Númer 13 Davíð Lúns. Númer 14 Helgi Rafn Vigfússon. Númer 15 Davíð Freyr. Og þjálfari þeirra Ísberg Hústin Kosta. Og aðallega heimamenn Grindvíkingar. Davíð Fjögur Jóhann Jóhannsson. Númer 5 Ingi Þór Guðmundsson. Númer 6 Ólafur Sævarsson. Númer 7 Daniel Guðmundsson. Númer 8 Kristofur Birgir Gylfason. Númer 9 Björn Larsson Guðmundsson. Númer 10 Axel Vilbergsson. Númer 11 Magnús Már Andersson. Númer 12 Hinrik Guðbjartsson. Númer 13 Þorleifur Ólafsson. Númer 14 Rökkvi Már Rökkvason. Og númer 15 Þorsteinn Finnbogason. Þjálfarinn Jóhann Þór Ólafsson og honum til aðstoðarins Björn Steinar. Bjóða velkomin. Já, góða kvöldi gott fólk. Velkomin að skjánum. Við heilsum ykkur hérna Grindavík og hér Úlfur undir að vanda eins og öllum útivöllum. En við ætlum að horfa hérna á leik Grindavíkur og Tindastóls. Þetta næst síðasti leikur í dómnefndeildu karla fyrir jólafrí. Þessi lið eru á sama stað í deildinni með 8 stig í sætum 7 til 10. Einungis 6 stigum frá efsta sætinu sem Keflvíkingar með 14. Tindastóls, þeir sigruðu einmitt Keflavík, voru fyrsta liðið til að sigra þá og fóru síðan í Vesturbæinn í síðustu viku og töpuðu þar naumt. Og já, kannski smá klöfar að hafa ekki bara klárað leikinn.
eftir að hafa komist hann 2 stigum undir, eða yfir þegar að einungis ein sókn var eftir. En Grindvíkingar þeir hérna töpuðu fyrir Haukum. Já, nokkuð þannig sé samfærandi. Ég var nú aðeins að fylgjast með þeim leik og Haukarnir voru svona Grindvíkingar voru sterkari framan af, en síðan sigu bara Haukamenn út af fram úr sig. En byrjunliðin eru klár. Hjá Grindvíkingum er það Jóhann Árni Ólafsson, nr. 4, Ómar Örn Sævarsson, nr. 6, Jón Axel Guðmundsson, nr. 9 og Hinrik, nr. 12 og Þorleifur, nr. 13. Já, stólunum er það Pétur og Arnþór, Jerome Hill, Helgi Rafn og Darrell Lewis. Hann er, já, nú man ég ekki alveg hvernig byrjunliðið var síðasta leik á Tindastólsmönnum, en hann hefur svona aðeins verið að rokka með þetta, hverju byrja. En þetta er alltaf komast á stað hérna. Og byrjum Hill með uppkastið. Pétur kemur upp með boltan fyrir Tindastólsmenn. Arnþór, Pétur. Arnþór fær galopinn þrist til að byrja. Setur hann ekki ofan í óheppinn. Helgi í baráttu við frákastir. Óheppinn náði ekki hann af Jóhann Árna. Jón Axel kemur upp með boltan. Jóhann fer beint upp í þrist. Setur hann ekki ofan í. Ómar Örn Sævarsson sóknar frákasturinn. Svakaleg frákastamaskína. Pétur með fínt stepp hann. Arnþór aftur í þrist, setur ekki ofan í. Jerome, óheppinn náði ekki frákasturinn. Arnþór átt að setja þetta. Fín vörn hjá Helga Rafn. Frábær vörn. Lewis finnur Jerome og Jerome aftur og Lewis. Glæsilega vel gert. Flott ræðalvörn. Tveggjumna ræðalvörn. Kemur Þorleifur Ólafsson, finnur Hinrik. Pétur til varnar. Ómar handoff á Þorleif. Finna Jóhann Árna í horninu. Það er mjög stutt hjá Jóhanni. Jerome með outlet sendingu á Helga. Helgi finnur Arnþór. Hann er ekki dætt hjá Arnþór, óheppinn hann að Helgi, óheppinn að fá ekki villu hana. En hann nær boltanum. Lewis finnur Jerome, hann treður með látum. Það er greinilegt að Tindastólsmenn alltaf keyra hratt hérna í byrjun. Mikið tempó svona til að byrja með. Pétur til varnar. Jóhann Árni hótar skotinu. Þorleifur, Jón Axel, Arnþór til varnar fyrir erfitt skot. Það er í hliðina á spjaldinu. Pétur kemur upp með boltan, Arnþór inn á Helga. Helgi finnur Lewis galopinn í þrist. Setur ekki ofan í. Pétur með frákastið. Setur átt upp, fær 2 skrín upp á topp. Og Helgi fær langan twist, setur ofan í. Nei, hann var langt frá því frá ofan í. Pétur náði frákastinu öðru sóknarfrákastinu sínu. Jerome með Ómar á bakkinu. Fer alla leið og leggur hann ofan í. Þetta var fín hreyfing hjá Jerome hana. Ómar Örn er langur. Setur hann yfir hann. Aggressív vörn hjá Lewis og Þorleifur hendur hann bara út af. Kemur Pétur áttur upp, fær sama kerfi, 2 skrín. Frábær sending á Pétri. Helgi næði sér frekar í sóknarfrákast heldur en að gefa Pétri stóðsendinguna. En Jón Axel fer inn miðina, græsilega gert. Fær kontaktinn frá Arnþóri. Og það er vill á Pétur, að hárið. Jón Axel hann fer inn miðina, fær kontaktinn frá Arnþóri og hérna fær galopið leiðup. Klúðrar leiðupinu en hirðir upp sóknarfrákastið og setur fulla trú að hann seti vítaskoti ofan í. Já, fyrir ofan í. Fyrstu Grindvíkinga, staðin er 1-8 fyrir Tindastól. Setur seinna vindið, 2-8. Kemur Pétur.
Einhver miskilningur hana. Helgi finnur Arnþór og Lewis. Helgi með Þorleif á bakinu. Hann alltaf að fara upp, já, vel gert hjá Helga, hárrétt. Grindvíkin eru minni en til þessum menn og það vill Arnþór á hárrétt. Slær hann í höndina á Jón Axel sem gera það verkum að missi boltan út af. Það ólöglegt. Ómar Örn vill fá þetta miða við Jéróm fær hana villu og það Þorleifur beint upp í tvist fyrir ekki honni í Péturnar frákastinu keirir upp Kosta vill keira Helgi, heppinn að skrifa ekki hana frábær vörn í Ómari hana fer bara beint upp og Helgi lendir í krumlunum á honum. Það innkast á endalínu. Jéróm, Lewis, Arnþór, inn á Jéróm fer á Ómar og heppinn að fá ekki villu hann á olnbónum á hann. Ekki dæmt. Jón Axel heppinn að fá ekki ruðning hann að Lewis tók hann bara á sig en það bara tvö stig. Arnþór, Jéróm vilja koma úr mínu Lewis en Jóhann Árni stelur boltanum Helgi hann bara blokkar hann, bara í drasl burt með hann. Lewis léttan tvist, beint honni. Jón Axel kemur upp með boltan. Þorleifur, fínt skrín frá Ómari. Jón Árni fær galopinn á lyklinum. Stuttur. Erfið sendi Lewis á Helga. Helgi með Jóhann Árni á sér. Hann bakkar hann og fer alla leið og leggur hann óheppinn að leggja hann ekki Jóni hana. Hinrik fer upp í pull-up þrist. Setur hann honni. Hann rosaleg skita þessi maður. Drengur. Ungur árum. Lewis fær hann á kunnulegum stað. Hóta skotinu, fer síðan upp í skoti og setur honni. Hann svo öflugur af þessu færi. Og fyrsta skrefið hjá honum svo snöggt að það þora. Hann svakalegt sóknarvopn. Flott vörn hjá Arnþóri. Stendur bara, já. Pétur, já. Keira. Pétur fær ekki villu. Stólabolti, Fleik kemur inn á fyrir Helgarab og Yngvi fyrir Arnþór. Tvöföld skipting hjá Grindvíkingum líka. Jóhann Árni og Þorleifur fór út af og Páll Axel og Yngvi líklegast, sýndist mér. Yngvi sóknarvill á Jéróm. Sá ekki nákvæmlega hvað gerist, en Leifur Garðarsson dæmir þetta og þá það rétt. Einhver að gleyma sér í vörninni. Jón Axel, Yngvi til varnar. Ómar kemur skrín, langur þristur Jón Axel, setur hann ekki honni. Og baráttan hjá Fleik og Jéróm. Boltinn dettur á Fleik. Lewis kemur upp í boltan. Hann með ungan á sér, hann vill fara á hann bara. Finnur síðan Fleik bara á góðum stað. Fleik fyrir í stuttskott. Páll Axel sá gamal rendi. Hann hefur sett 1-1 þrist. Jón Axel frábær. Óheppinn að setja hann ekki honni hann á lendir mjög illa maður. Vonandi sé í lagi með hann. En Hinrik náði sóknarfrákastinu og setur boltan honni. Lewis, sjá þetta skref hann. Hann svo öflugur. Englbrekar, unga pungan. Hann búinn að gera þetta í 20 ár, rúmlega. Páll Axel, Hinrik, vill á Pétur, Ritsinn hana.
Það innkast á hliðarlínunni. Það komið bónus, þannig að Hinrik á leiðin á vítalínuna að skjóta 2 skotum. Fyrra vítið ofan í. Staðan 10-16, 3:36 eftir af fyrsta leikluta. Seinna vítið ratar rétta leið og hann næstum búinn að stela boltanum. Pétur kemur hratt upp. Finnur Fleik á Yngvi Galop. Nei, hann á að taka. Galopin þristur Yngva þarna. Lewis á Jón Axel og Lewis léttan tvist hana. Einfalt og gott. Það Yngvi, númer 5 hjá Grindvíkingum, annar ungur og efnilegu leikmaður. Fer fínt feik hana, óhefnin nær sín einn frákasti. Ætlaði að koma með Jón Axel. Feikaði Lewis hann upp úr skónum. Óhefnin að setja bara ekki leið upp honi. Ómar fær hann inn á lyklinum. Páll Axel kemur hann upp. Frábært kerfi hann, innkastkerfið. Setja hann inn á póstinn, sendingamæðurinn kemur, gefur hinum stórmannum skrín sem fær hann upp á vítalínunni og fær mjög auðvelt tveggjastaðaskot. Fleik fær hana, auðvelda körfu sýnist mér. Já, óbennið sending honi. Ósáttum með sjálf að segja hana. En staðan 13-18 þegar skipting hjá tennismönnum. Arþór og Helgi Freyr kom inn á fyrir Pétur og Lewis. 2:40 eftir á fyrsta leikluta. Nú Yngvi að koma með boltan upp fyrir Grindvíkinga. Hann finnur Jón Axel. Jón Axel fær fer alltaf leið og vill á Yngva. Blokk aftan við bak. Þetta nánast alltaf villa. Það eru 2 vítaskot. Fyrirháskotið af. Seinna skotið hjá Jón Axel. 100 þjóni. Þreföld skipting hjá Grindvíkingum. Þorleifur Ólafsson, Kristoffer, númer 8 hjá hann, kemur ungur drengur aftur inn á. Ég aftur segi, Jóhann kemur aftur inn á, númer 4 líka. Nú Arþór taka boltan upp fyrir tindastólmenn, finnur Helgi Freyr fær skrín frá Fleik og Fleik kom með minni mann á sig. Hann fata leið, já, einfalt. Óheppin, Fleik búinn að klúra svona 2, nokkum auðveldum skotum fyrir sig. Og Yngvi fær bara alltaf leið, tekur létta snúning í tegnum og leggur boltan á ný. Mjög vel gert. Það kemur Arþór. Finnur Fleik í þrist. Þarna kemur hann. Bætir upp þessi klúðruðu leið upp. Dundrar bara þristinum honum. 16-21, 1:40 eftir af fyrsta leikluta. Jóhann Árni fer alltaf leið og fær villu. Mjög vel gert. Sneggri en Fleik. Tekur hann á dribblunu. Fer reverse og Fleik brýtur á sér. Og víti hjá Jóhanni. Það Ronny. Villa. Kristoffer. Spilaði vörn með höndunum þarna en ekki fótunum. Og það ólöglegt. Fleik. Jerome. Yngvi fer alltaf leið. Finnur Fleik. Núna fer Fleik alltaf leið. Já, setur hún. Kemur Þorleifur. Yngvi, Þorleifur. Inn á Páll Axel. Jóhann Árni í horninu. Löng sending á Yngva. Þorleifur endar galopinn. Setur hann ekki hún í. Jerome með frákastið. Nú séns á hraðri sókn. Það villa.
Yngvi finnur Fleik. Skrefar. Yngvi var dæmt á þessu skref. Ætli hann hafi nokkuð þá verið lentur þegar að dissaði honum út á Fleik. En það er Grindavíkur bolti. Kemur Þorleifur. Tindastóll breytti hann í svæði. Þeir hættir við að breyta svæði. Tóku bara eina. Jerome. Fínt frákast. Páll Axel hann með skot. Helgi Freyr í erfiðan þrista setur honni. Með Þorleif alveg í sér. 19:26, 20 sekundur eftir af leiklutunum. Yngvi, Jóhann, Þorleifur kemur upp. Fleik hann vissi upp á sig sekundina, glemdi sér í vörninni og misti Páll Axel inn fyrir sig. Og nú eru dómarnir eitthvað, þeir ætla að dæma óíþróttamannslega villu á þetta. Segja hann reyndi ekkert upp boltan. En það er vítaskot og síðan fær Grindavík áttu boltan. 8 sekundur eftir af fyrsta leikluta. Páll Axel klúðrar skotinu. Já, þetta var óíþróttamannslega villa. Það eru 2 skot, það er 1 skot þegar það er tæknivíti. En hann setur seinna-vítið. Þá er Grindavíkur bolti á miðlínunni. 8 sekúndur eftir, 20:26 er staðan. Þorleifur kemur með boltan, hann er að fara að skjóta þessum bolta. Það er alveg morgunljóst að hann hætti við bara og fær... Þeir ná nú 2 skotum hann. Yngvi átti, erfitt skot. En Jóhann Árni náði hann frákastinu. En það sem gerðist áðan þá Fleik út að hann tekur í upphandlegginn á Páll Axel. Segir dómarinn að hann er ekki að reyna við boltan þarna. Og þess vegna ráða dómar ráðum sínum og dæma óíþróttamannslega villu sem að samkvæmt bókinni er bara hárrétt. Hann var kominn í galopið leið upp. En það er ekkert rosalega vel mætt inn í Grindavík. Maður hefur séð allavega fleiri. Það hljóta nú einhverju að tínast inn hérna næstu mínútum. En dómarar hér í kvöld, við vorum að tala um dóma. Dómarar hér í kvöld eru Leifur Garðarsson, Jón Guðmundsson og Davíð Kristján Hreiðarsson. Allir þaulreyndir. Hún er að dæma í fleiri en 1 og fleiri en 2 leiki. En Grindavíkumenn eiga boltan. Nú erum við að fá þar, það verður að segja mig það að FSU væri kannski, allan að koma óvart svona í byrjunleiks. Þeir voru 35-21 yfir á móti KR í Iðu og Selfossi. En það getur margt gerst í körfubolta og 14 stig í körfubolta er ansi lítill munur. En hér erum við að horfa á Grindavík Tindastóll og annar leikur er byrjaður. Staðan er 20-26, Grindavík á boltan þar sem Tindastóll náði uppkastinu í byrjun. Páll Axel og Yngvi næstu búinn að stela boltanum hana á Þorleif. En það er Jóhann, Helgi Freyr til varnar. Þorleifur, Helgi er Jón Axel galopn í horninu. Setur ekki hún í baráttan á milli Grindvíkinga með boltan. Helgi og Þorleifur berjast um boltan og
Það er uppkast sem gerir það verkum að Tindastóll boltan. En inn á hjá liðunum Grindavíkur með Jón Axel, Páll Axel, Ómar Örn Sævarsson, Jóhann Árni Ólafsson og Þorleifur Ólafsson. Allt kunnir kappar hér á Íslandi. Og hjá Tindastóllsmönnum Arnþór, Helgi Freyr, Jerome Hill, Yngvi Rafn og Helgi Rafn. Og það Arnþór og hann setur hann ekki honni í Jerome hann nær að halda þess á lífi þannig að Yngvi nær boltanum. Yngvi langaði nú í þristinn hana, finnur Jerome hana inni, hann feikar Ómar, setur hann ekki honni, Grindvíkingar eitthvað berhestandi boltan, enda með að Jóhann nær frákastinu. Jón Axel fer síðan bara í pull-up þrist, setur hann honni. Minnkar þetta niður í 3 stig, 23-26. 1 mínúta búin á öðrum leikluta. Arnþór, það enn og aftur hornið. Helgi inn á Jerome, léleg sending á Helga hana. Helgi Freyr í galopin þrist, finnur Jerome, galopin inn í frábær sending. Þetta minnti nú bara á sendingar frá Kristni Friðriksinni, svona bullet skotsendingar. Helgi Freyr inn á Jerome, hún með mislaðar hendur. Og hann feppar allan leið, finnur Helga Rafn og Helgi Rafn leggur hún honni. 23-30 fyrir Tindastóll. Jón Axel finnur Ómar, villa á Helga Freyr fyrir að slá. Slæðir hann í höndina. Skipting. Yngvi kemur út af fyrir Lewis. Og það sama kerfi. Galopin tvistur fyrir Páll Axel. Stuttur. Lewis með frákastið. Lewis, Arnþór, Helgi Freyr. Hann dræfar, finnur Jerome. Jerome fer alla leið. Stuttur. Nær frákastinu sínu sjálfur. Fyrir erfiðu. Auðvitað átti hann að senda Helga hann sem kom aðvíðandi úr teiknum galopin. Jón Axel hendir boltanum blótti Ómar Örn nær frákastinu. Páll Axel, Lewis til varnar, Þorleifur, Jóhann Árni með Arnþór á sér, Ómar Örn galopin. Ópenastending honni, Páll Axel feikar skotið, fer síðan bara alla leið og leggur hann honni. Þannig að gleymir Jerome sér í vörninni. Hingur bara á sín manni. Arnþór finnur Helga Freyr. Helgi Freyr kemur upp á skrínum, beint upp í skot, setur honni. Frábært skrín frá Helga Rafn sem gerir Helga Freyr væga sagt galop. Ómar Örn með Helga Rafn til varnar. Jóhann Árni kemur úr skríninu, nær ekki að setja honni og frákastið Tindastóls. Skipting hjá stólnum. Darl Frey kemur inn fyrir Jerome Hill. Tvöld skipting hjá Grindvíkingu líka. Páll Axel og Þorleifur koma út af og inn á koma Hinrik nr. 12 og Þorsteinn Finnbogason nr. 15. Helgi Freyr beint upp í skot, setur honni. Hann að finna sig henni í Grindavík kvöld, Mústad höllinni. Það þriðji þristur hans í jafnmörgum skotum minni mig. Jón Axel dribbla mikið. Ómar Örn, erfitt skot yfir Helga Rafn, setur ekki nær sínu eigin sóknarfrákasti, fer aftur upp. Helgi Rafn blokkar hann. Arnþór í erfiðum dribblæfingum hana. Jón Axel næstu búinn að stela boltanum og sýndi þess að stíga út af hana. Helgi Rafn í mjög stuttan tvist og Leifur Garðarsson dæmi Grindvíking boltanum segir að Fleik snerta síðast. Kemur Jón Axel Guðmundsson. Hinrik. Jón Axel, Ómar Örn og hann hendi bara boltanum út af.
Lítið í gengi sóknarlega hjá Grindvíkingum núna síðustu svona 2-3 sóknir. Þetta komu högt í þetta. Þetta eru leikur án áhlaupa. Karvan. Fleik á póstinum og uppkast sem Grindvíkingar á. En hérna hættandi uppkast þarna út af því að Ómar Örn er með hendina á boltanum og Fleik lendir án þess að sleppa boltanum. Og þá er uppkast. Og það er vill á Fleik, stígur hann það fyrir og hann er væntanlega á leiðinni út af með, já, hann er væntanlega komið eitthvað margar villur. 3 villur eða svo. Jón Axel upp í erfiðan þrist af dribblinu og leiðin til hægri og eitthvað. Fleik upp í langan tvist, setur hún í 25:38 fyrir Tindastóll, 4:50 eftir af öðrum leiklutanum. Jón Axel kemur dribblandi, finnur Þorstein, Hinrik kemur í flot inn að miðunni, setur hann ekki hún í Fleik með frákasti, finnur Darra Lewis. Það er keyrt upp. Helgi Freyr skrefaði þarna. En fær villu. Nei, mér sýndist hann skrefa. Það hafa villa á Hinrik, nr. 12, hjá Grindavík. Fleik, Helgi Rafn. Helgi Freyr kemur úr töfald skríni, fær galopinn þrist, setur hann ekki hún í. Lewis með sóknarfrákastið. Og hann fer alla leið, einfalt, setur hann í. 25:40 fyrir Tindastóll, 4:10 eftir af Jóhann í opinn þrist, setur hann ekki hún í. Helgi einhver mislega hendur en Ómari sömu leiðis og boltinn endar hjá Helga Rafni. Arnór kemur upp boltan og Arnór sendir boltan án þess að vera með eye contact. En það er leikli Grindavíkurmegin sem Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindvíkinga, tekur. Það er, já, ekki mikil stemning hérna, verður að segja það. Já, eins og ég var að tala um áðan að Fleik með 3 hjá Tindastóll. Aðrir með minna og síðan er Jóhann Árni með 2 villur hjá Grindvíkingum, aðrir minna. Nei, ég er á rugli, ég er á línuvilt. Það er engin með 2 hjá Grindvíkingum. Þetta hefur nú gengið nokkuð rólega þessi leikur. Já, tíðindi úr Breiðholtinu að Íringar eru yfir þar, 24:19 eftir fyrsta leikluta á móti Keflvíkingum. Bortse Iljevski, fyrirverandi þjálfari Tindastólsmanna, gera fína hluti með Íringar, búin að vinna 2 leiki í röð. Svona, já, skildu sigra fyrir þá, svona meðan við spá fyrir veturinn. Unnu þar Hött á heimavelli og síðan Snæfell á útivelli. Þannig að fyrir þetta sísón voru þessum 3 liðum öllum spáð svona neðri hlutanum. Þannig að það er svona já, það er svona krúsal að vinna þessari innbyrðisverkefni til að vera, ef að kemur til jafns enda á þessu sísóni, en það er nú bara rétt að hálna hérna. Það er nægur körfubolt eftir gott fólk. Þetta byrja aftur hjá okkur. 3:40 eftir af öðrum leikluta. Aggressív vörn hjá Lewis hana. Hinrik fer upp á dribblun, stuttur. Fleik með fjarkastið. Og Lewis kemur, fer hring eftir hring, finnur Helgi Freyr, finnur Fleik. Akkur er hann ekki, gaf hann ekki að Fleik. Og Helgi Freyr er blokkað síðan. Og þarna fær Fleik loksins boltan í þrist. Setur hann ekki hún í, en Helgi Rafn með frákastið.
Og eins og góðu fólki sagði mér þá setja þær upp. Arthur fer alltaf leik, glæsilega gert, óopinn. En hann með vin sinn Flake sem tekur bara sóknarfrákastið. Setur hann honni. Frábært dræfi Arthur Röðn. Kemur Þorlaugur, Hinrik, Páll Axel, Finnur Ómar á lyklinum, Hinrik, Jón Axel. Það erfiður, Arthur gerir nóg til að blaka honum til Flake kemur honum á Helga. Lewis vildi á boltan á baseline og hann fær vill á Þorleif. Hann búinn að gera þetta svo mörgu sinnum. Feikar upp skotið, leikmaður stígur á mótunum, þá fer Lewis á stað og þá fær hann villuna og það leiklega aftur hjá Jóhanni. 1,5 mínútu á milli leiklega hjá honum. En já, það semst Tindastóls eiga boltan á hliðarlínunni. Já, eins og ég var að tala áðan að hvað körfubolti fljótur að breytast. Keflvíkingar komin yfir í Breiðholtinu eftir 2 mínútur af öðrum leiklutan. Þannig að þeir hafa bara hent í gott áhlaup og allt klárt. En FSU-menn eru ennþá yfir á móti KR 53-37. Það eru stórtíðindi. Stjarnan að vinna vængbrotna Snæfellsmenn í Ásgarði. Þar þeirra besti Íslendingur ekki með. Þar þessi Snæfellsmönnum, Sigurður Þorvaldsson. Eitthvað meiddur, verður ekki meira með fyrir en eftir áramót. En hér kemur aðeins breytt lið hjá Tindastóls. Viðar Ágústsson kemur inn í fyrsta skiptið. Helgi Freyr fer út af eftir mjög góða mínútur. Davíð dómari, hann kallar á Grindvíkingana koma inn og já, Helgi, Flake, backdoor á Lewis. Þetta greinilega það sem var. Ég er ekki hissa að þetta væri skrifað á, hefði verið sett upp í leikleginu þar sem að Joe Costa var mjög ánægður með þetta play. Og Páll Axel með erfiða sendingu á Hinrik sem að grípur boltan í loft og getur ekkert gert annað heldur en lenda út af og þar með á Tindastóls boltan. Staðan 25-44, 2 mínútur eftir af öðrum leiklutunum. Viðar, Arthur, Viðar aftur, Viðar fyrir inn á miðjuna. Missi boltan hana, góð vörn hjá Jón Axel. Mjög góð vörn reyndar. Jón Axel, Þorleifur, Páll Axel. Páll Axel aftur. Helgi Rapp vill á Helga hárétt. Það er aggressífur hann að ná boltanum. En tvöldskipting á Grindvíkingum. Hinrik fyrir út af og Yngvi kemur inn á fyrir hann. Þorleifur fyrir út af og Jóhann Árni kemur inn á fyrir hann. Þarna gerði Flake vel til dæmis að hann neitar Ómari boltanum. Þannig að Grinding gátt ekki spila kerfið. En núna faraði bara í það og Páll Axel fær galoppi skot. En setur það ekki á ný og Lewis með sterkt frákast. Yngvi til varnar. Lewis ætlar að dribbla eitthvað hana. Nær. Og Flake upp í 2 stiga skot. Setur á ný. Jón Axel, Jóhann Árni, Ómar, Jóhann Árni og það villa á Viðar. Fyrir handcheck segir Jón Guðmundsson dómari. Og hérna Jóhann Árni setur vídeóni. 28-46, 53 sekúndur eftir af fyrri hálfleik.
Það er Darren Flake, Helgi Rafn, Arnþór, skjóttu þessu. Darren Lewis, hann vill á villu, fær ekki. Yngvi finnur Jóhann átna, Jóhann finnur Ómar. Það er vantilega brot á Lewis fyrir að slá aftan á, já. Við slátt Ómar á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum og 32 sekúndur eftir, þannig að Grindvíkingar alltaf að fá boltan aftur. Fyrravitið er Onning. Jájá, setjum það hann í. Kemur Arnþór. Viðar inn á Lewis. Lewis er að fara að skjóta þessi bolta og það er villa á Jóhann, hann fær enga villu. Lewis fer alla leið, vildi á villuna. Fekk ekkert fyrir síðan snúð, en hann setti 2 stig, kemur þessi í 30-48, 8 sekúndur eftir. Jón Axel fer upp í skotið, setur honni, þetta voru 3 stig. 33-48 eru hálfleikstölu hér í Grindavík. Þegar liðin ganga til búningsherbergja. Þetta hefur spilað svona, þetta hefur nokkuð rólegur leikur svona. Tindastóll hafa verið með þetta svona. Það sem hafi verið nokkuð í hendi sér á móti kannalausum Grindvíkingum. En við fáum okkur kaffisopa og verðum hérna eftir, já, 5-6 mínútur.
Já. Velkomin aftur. Allan ég veit ekki hvort þið hafa farið eitthvað. En þetta er alltaf að byrja hérna. Leifur Garðarsson dómari búinn að hlauta 1 mínútu. Og liðin eru svona fá síðustu skilaboð frá þjálfurum. En fyrir þá sem vita ekki þá eru Grindvíkingar kanalausir hér í kvöld. Þeirra erlendi þjálfari, leikmaður Erik Weiss fór á Vit-ævintýrana. Eða fekk, gott tilboð frá Suður Kóreu. Stærri deild, meiri peningar, ekkert sem íslenskur körfubolti getur keppt við þar. En það er Tindastóls bolti og það eru sömu byrjunarlið hjá báðum liðum. Pétur, Arnþór, Lewis, Helgi Rafn og Jerome á Tindastól. Hinrik, Jóhann Árni. Arnþór byrjar seinni hálfleikinn á þrist. En Hinrik sem er með boltann núna, nr. 12, Jóhann Axel Guðmundsson, nr. 9. Páll Axel kemur inn í byrjunarlið í staðinn fyrir Þorleif Ólafsson. Og síðan eru Jóhann Árni Ólafsson og Ómar Sævarsson. Fínt skot hjá Jóhanni Árna. Helgi með frábæra sendingu á Lewis. Lewis lendir í vandræðum, fer samt alla leið, fær ekki villuna. Jerome með frákastið. Lewis finnur Jerome á Arnþór sem aftur í þrist, setur honi. Kemur leiknum upp í 20 stig á engum tíma. 50 sekúndur, 6 stig. 33-53 fyrir Tindastól. Ómar Sævarsson fer alla leið, einfalt. Helgi Rafn, frábæra sending og Jerome. Auðvelt. Hinrik, Pétur Varnar, Jón Axel, finnur Ómar. Mikið skora núna, mikið fjör. Hinrik næstu búinn að stela boltanum. Pétur kemur upp. Pétur finnur Helgi Rafn reynir sama, en þetta var ekki Pétur nær að stela boltanum og fær síðan villu á Jón Axel. En Pétur kemur Lewis, Arnþór, það er bara stólinn boltinn, en hann stelur hann tilbaka, frábærlega vel gert. Og Jerome Hill tekur Eurostep sendingu á Helgi Rafn og Helgi Rafn á auðvelda körfu eftir. Jón Axel fer inn í miðjuna, finnur Ómar sem er óheppinn að setja honi. Fer hann svona, boltinn var hálfur komin honi þennan. Skiptir skoðun. Jóhann finnur Jón Axel sem fer backdoor, nær ekki að setja honi. Boltinn endur á Helgi Rafn sem er kominn einn fram, stoppar skynsamlegt, finnur Arnþór finnur Lewis fær kerfi, finnur Helgi Rafn, erfiða sending Arnþór er að skjóta boltanum, finnur Pétur upp á þryggjastalínunni og Pétur setur ekki honi. Fengu fínt skot. Jón Árni, Hinrik, Lewis til varnar. Helgi næstu búinn að stela honum hann. Ómar fer alla leið, kynsir hann að spjaldinu og honi. Ómar búinn að byrja mjög sterkt fyrir Grindvíkinga það í seinni hálfleik. Lewis, Jerome fer alla leið, setur hann honi. Fín karfa Jerome. Páll Axel upp í þrist, setur honi. Hann er svakalega skíta. Búinn að gera þetta í mörg ár og ég ætti ekkert að fara að hætta þið núna. Einn besta þryggjastæða skíta sem
Ísland hefur aðallega af sér, en hérna það var Joe Costa sem að tók leikliðið, ósáttur með varnarleik Tindastóls-manna. Sóknarleikurinn er að ganga fínt og hann er nú vægast sagt bara brjálaður þarna. Já, hann var nokkuð pirraður, en aðeins meiri ró yfir Jóhanni Þór Ólafssoni, þjálfara Grindvíkinga. En það er sama lið. Nei, Helgi Rafn kemur út af og Fleik kemur inn á hjá Tindastóls-mönnum. Staðan er 42-60, 6:47 eftir að þriðja leikluta. Sama lið inn á hjá Grindvíkingum. Pétur kemur upp, finnur Arnþór, Lewis, Jerome. Lewis finnur Jerome þar að segja og einföld karfa hana, flott kerfi. Spurning hvað leikliðið hefur sagt Tindastóls-mönnum. Jerome, Páll Axel, einfalt þarna. Páll Axel með minni leikmann á sér í Arnþóri og náði mjög djúpri stöðu og eftirleikurinn var mjög auðveldur. Ok, já, Tindastóls á hliðlínunni, Darra Fleik upp á topp. Arnþór kemur upp á tvöldskríni, Pétur og Fleik bakkar. Páll Axel, einfalt, fær villuna og setur boltan honni. Hann er mjög sterkur hann á póstinum og þetta baby hook sem hann hefur gert í mörg ár virkar vægast sagt vel. En þá er það vítið. Það er jaðarleikur honni. Hinrik, Pétur til varnar. Inn á Ómar, Fleik nær næst að stela boltanum. Og Jóhann Árni blokkar og Daniel Lewis aftan. Hinrik kemur aftan honum og slæðir boltan út af til að stoppa hraða sókn. Mjög góð vörn hjá Hinrik. En Lewis inn á Fleik, nei Pétur segi. Eitthvað vesen sóknarleiknum hana, smá mistök. Jerome fær hann hana. Jerome þarf að skjóta, gerir það með hægri og það var ansi langt frá. Mjög örvhentur leikmaður og Hinrik fer hana frábærlega. Fer bakdyrramegin hana. Sér Jerome koma fljúandi. Fer bara bakdyrramegin hana og snýr boltan honni. Aftur hérna á Jerome. Jerome fyrir við skotið, setur það ekki honni. Jón Axel, Arnþór til varnar og hann brýtur á sér. Þreföld skipting hjá Grindvíkingum. Yngvi Þorsteinn Finnbogason nr. 15, Ingu nr. 5 já. Þorleifur Ólafsson nr. 13 kom inn á fyrir Páll Axel, Hinrik og Jóhann Árna. Helgi Rafn kemur inn á fyrir Jerome. Jón Axel fer baseline. Fín vörn hjá Arnþóri hana. Baseline aftur, kemst ekki neitt. Yngvi fer alltaf leið, blokkar að Pétri. Engin skaði skeður, Grindavík fær bara boltan aftur á baseline með 5 sekúndur eftir á skoðklukkunni, 4:30 F, 8 eftir á þriðja leikluta. Þorsteinn Þorleifur þarf að skjóta, fær fínt skot. Vildi fá villu hana. Leifur Garðarsson segir nei. Það kemur Lewis. Lewis
Einhver vandræðagangur í sóknum núna, allir fyrir öllum. Helgi Rafn hótar þrist. Arthur fyrir þrist, setur hann ekki honni. Það er airball, Flake fer sterkt upp og er brotið af Yngva líklegast frekar. Nei, Ómari. Vill Ómar. Það er fyrra vídeó Flake. Aðeins er stuttur. Seinna vídeó Flake. Hann er stuttur líka. Villa á Þorsteinn Finnbogason væntanlega til að halda Lewis. Já. Lewis er komið með innri stöðu þarna. Og Helgi Freyr kemur inn á fyrir Arthur. En hérna, já, Jón Guðmundsson útskýrði þetta mjög vel. Það var sem sagt Þorsteinn Finnbogason nr. 15 hjá Grindvíkingum krækti hönd Darrell Lewis undir hjá sér sem er bannað. Lewis tekur hann að hesitation step sem gera það verkum að hann verður galopinn. Fær einfaldlega upp. Yngvi, Þorsteinn, Jón Axel og hann er komin í vandræði þarna. Finnur Ómar í fínt skot. Það er ekki að setja Helgi Freyr með frákasti. Pétur kemur upp. Finnur Helga Freyr, Helgi langan þrist. Setur það ofan í með sjóðandi heitur. Langt fyrir utan, 1,5 metri fyrir utan. Jón Axel, Þorsteinn, Flake brýtur á honum, hárrétt. Það er boltinn á hliðarlínunni hjá hérna Þorleifur, Yngvi, Þorsteinn. Hann fyrir bara í skotið, setur hann honni. Staðan er 49-70 fyrir Tindastól. Jón Axel að stela boltanum hana og hann fer bara alla leið og fær villu á Pétur líklegast. Nei, á Lewis, já, mér fannst hann blokkaði þetta, en já, Lewis ekki alveg samt með þetta. En lær bara þessu. Jón Axel er að fara á hérna vítalínu, setur fyrra vítið honni. Seinna vítið er ekki honni. Helgi Rafn með frákastið. Kemur Pétur. Helgi Freyr frá boltan. Flake dribblar, Helgi Freyr. Og það er væntanlega fótur á Flake. Flake til varnar, Þorsteinn keyrir á hann, Flake með 4. Fór í skrítið skot hann, náði sóknarfrækstinu og náði síðan ekki að setja leið upp honni. Helgi kemur hann á miklu hraði inn í teginn en nær ekki að setja. Þetta er góða sendingar á Lewis. Lewis næði boltanum. En mikil barátta í hérna Yngva líklegast. Hann er eitthvað pirraður í Lewis. Flake kemur út af með 4 villur, Jerome Hill kemur inn á. Það er enn og eftir 3 skipting hjá Grindvíkingum. Jóhann Árni, Páll Axel og Hinrik kom inn á. Með þeim eru Þorsteinn og Yngvi. Jóhann með erfiða sendingu á Hinrik í horninu. Þetta var Yngvi, en hann náði boltanum og Jóhann fær galopinn þrist.
Eftir fínt dræf frá Yngva. Pétur finnur Helgi Rafn finnur síðan Pétur aftur og hann fer áhöfn að setja ekki honni. Mikill barningur hann á Jerome nær boltanum. Enda með að Lewis róar þetta bara og Pétur fær boltan. Og Lewis fær villu á Jóhann. Hann er með svo silki mjúkar hreyfingar. Fyrirvitið, hann leikur honni. Og seinna vitið hjá Lewis. Og hann er sömuleiðis. Þá kemur Hannes Ingi Másson inn á fyrsta skipti í leiknum. Helgi Rafn fyrir út af. Segja að kosta sig að spila svona hálfgert smallball og þó fínt handoff give and go hann hjá Yngva. (54, 72, 1:20 eftir af þriðja leikluta. Lewis og finnur Jerome 3 sekúndur á Jerome. Þetta var þess að skrítinn dómur hjá Jón Guðmundssyni dómara. En 3 sekúndur Jóhann Árni. Páll Axel með sóknarfrákastið. Þorsteinn inn á Jóhann en Helgi Freyr með mjög fína vörn. Lewis, hann fer alla leið. Skissinn að spjaldinu honni, einfalt. (40 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Hinrik, Jóhann, Þorsteinn. Páll Axel, galopinn þrist. En setur hann ekki honni, Hannes Ingi með frákastið. Pétur finnur Helga Freyr. Hann langaði þristinn, hætti við. Skynsamlegt, lítið eftir að leiklutanum. Jerome nær finnur Hannes en Hannes átti náttúrulega bara að skjóta þessu en óöfn að fekk erfiða sendingu. Yngvi fer bara alla leið og fær villuna Hannes. Það er 4 sekúndur eftir af þriðja leiklutanum. Yngvi kemur inn á fyrir Dan Lewis. Gefa Lewis nokkrar smá bríðar. Yngvi er að fara á línuna til fyrir 2 skotum. Fyrra vitið er Oni. (55, 74, 4 sekúndur eftir að þriðja leiklutanum. Seinna vitið sömuleiðis. Skref á Jerome, segir Davíð dómari. Hann er grindingur á boltan þegar það er 2 sekúndur eftir af þriðja leiklutanum. Það er eitthvað mikið fátaðum hérna og Jóhann Árni nær fínu skoti. Það er ekki honni. Og Hannes Ingi nær varnarfrákastinu. 56, 74, 18 stöðum munur þegar við erum fara að byrja fjórða leiklutanum. Hjá grindingum þá er Páll Axel Vilbergsson komið 10 stig. Aðri minna en hjá stólunum þá er Darrell Lewis með 22 stig. Darrell Flake 14 stig, Helgi Margeirsson 12 og Jerome Hill 12. Darrell Lewis er búinn að vera mjög góður, 70% nýtingu í skotum. Og Helgi Freyr einnig með
4 af 6 í þristum. Ekkert hægt að kvart yfir leik Tindastólsmanna. Einnig hafa Tindastólsmenn verið að rúlla leikmönnum mjög vel. Allir spila með nema 1 og hef ég fulla trú á því að muni allir spila í þessu leik. En þá fer þetta allt að byrja hjá Grátur. Inna hjá Tindastólsmönnum er Pétur Yngvi, Helgi Freyr, Darri Fleik og Jerome Hill. Darri Fleik er á 4 villum. Grindvíkingar kom inn á með Inga nr. 5, Hinrik nr. 12, Jóhann Árni Ólafsson nr. 4, Þorsteinn Finnbogason nr. 15 og Páll Axel Vilbergsson nr. 10. Hinrik fær boltan, hann er að dribbla. Yngvi til varnar. Nú er Páll Axel komið minni mann á sig í teiknum að nýta sig það ekki, fara í langan þrist sem er stuttur og Páll Axel er sóknarframkvæmstur og fara villu á Yngva. Helgi Freyr næstu búinn að stela boltanum á Jóhann Árna. Síðan er þversending hjá Jóhann Árna yfir teig Tindastólsmanna sem að enginn nær. Hinrik rétt náði að slá boltan og það var bara út af, þannig að það er Tindastólsbolti. Yngvi kemur upp úr skríni. Helgi Freyr galopinn þrist og hann setur hann í sjóðvandi heitur hérna í kvöld. Pétur Yngvi finnur Þorsteinn í horninu. Þorsteinn er stuttur. Pétur kemur hraður upp. Finnur Yngva, galopinn. Hann setur hann ekki honni. Aðeins skakkur hann. Og Pétur bara stelur boltanum og finnur Jerome alla leið. En það fær villuna. Óheppinn að setja ekki víti honni. Flott villa hann á Þorsteini en brýtur nógu mikið þannig að Jerome nær ekki að hitta. En ekki of mikið þannig að hann fái óþreytumessna völlum. Tvöföld skipting hjá Grindvíkingum. Þorsteinn og Yngvi fara út af og Jón Axel og Þorleifur komu inn á. Það er seinna vindi á Jerome. Það er Oni. Þetta er að hafa klúðra fyrra vitinu. 56-78, 22 stiga munur. 8-40 eftir af fjórða leikluta. Páll Axel, Jóhann. Páll Axel vill fá hann fær hann ekki. Það er vill á Jerome hann að rýtsinn. Óþarfa vill á svona, var ekkert í gangi. Þorleifur, Helgi Freyr, Páll Axel fær galopinn tvist. Setur hann ekki, mjög ósattur við sjálf að segja hana. Pétur finnur Yngva, Yngvi finnur Helga Freyr, Helgi Freyr hótt á skotinu, finnur síðan Yngva. Erfið sending á Yngva hana. Helgi Freyr fyrir í rosalega þrist. Það er bara svindl að fara honni. Þorleifur. Frábær sending á Jóna en Jerome les hana. Hann ætlar alltaf leið, finnur Yngva, Yngvi finnur Helga Freyr. Óhepp. Hinrik kemur hann í transition defense eða þannig svona seinna nær boltanum. Þorleifur hann fer í skot, langan tvist, setur þáni. Enginn til að taka boltan inn með Pétri. Kemur hann það. Pétur, Helgi, Yngvi, Jerome fer í skot, setur hann í. Skot á baseline. Þorleifur kemur upp með boltan. Erfið sending hjá Jóhanni.
Jón Axel stígur á endalínuna. Fyrir það sem ekki vita þá Grindavíkurvöllurinn minnsti völlurinn á landinu held ég sem spilaður á. Þetta alltaf mjög stuttu völlur. Þröngt allt. Þó að húsið sé stórt og gott. Flake kemur upp, setur tvist. Mjög góður af þessu færi. Hann af þessu millifæri hana í og við teginn. Hinrik Lewis til varnar. Ómar, Flake til varnar þar. Flake næstu að stela boltanum. Lewis slær boltan inn á en hann kloppar Flake leiðinni. Og Jóhann Árni fyrir skot og Flake með einhverja rosalega sendingu en Jerome nær henni á og leggur hann honni eftir að hafa verið með svona smá mislæðar hendur en setur honni. Nú smá reykjastefnan á hvort það vanti stíg en þetta vantilega líklega rétt bara KR-ingar að sína mátt sinn á Selfossi búin að jafna mot FSU 80-80 það stuttur eftir Stjarnan ennþá að rúlla yfir Snæfellinga og ÍR-ingar eru að vinna Keflvíkinga með 3 stigum í Hertshöllinum. Hér eru við í Mústad höllinni. Þetta allt orðið einhverja fyrirtækjahallir út alland. Heita bara eins og síkið heima. Flake næst búinn að stela boltanum hana. Þorlaug fær galop þrist, fínt feik hana. Feika bæði Pétur og Jerome. Og síðan bara leggur hann boltanum í, einfalt. Flake finnur Arthur á Jerome. Jerome keyrir bara inn í. Lewis á baseline. Og fer bara alla leið, setur hann honni. Brosir aðeins að fá ekki villu. Og fær villu á. Það villu á Lewis á. Staðan 60-86. 5:50 eftir af leiknum. Flake slær boltan út af höndunum á Ómari. Ómar og Þorleifur. Og Pétur stelur boltanum hana eftir sendingunni á Þorleifi. Pétur, Arthur. Flake kom hann í trailernum hana. Pétur brýtur á sér. Flake var alveg 100% að hann fær honni. Skipting á tjóðansmönnum. Hannes Ingi Másson kemur inn á fyrir Lewis. Jón Axel kemur boltan, Arthur til varnar. Kristoffer. Þorleifur upp í erfiðan tvist. Setur hann ekki, Jerome með frákastið. Pétur keyrir hraðan upp. Hægir á sér. Flake.
fær Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindavíkur, ekki sáttur með að það hafi ekki verið ruðningur. 2 skot fær Flake. Hann hefur kannski eitthvað til síns máls. Þetta var kannski svona 50-50 dómur. Væntanlega hefði, Tindastóls hefur verið brjálaðir, hefði verið dæmdur ruðningur og Grindvíkingar eru brjálaðir út. Það var ekki dæmdur ruðningur. En það breytir ekki þeirri staðreynd að Flake setti 2 skot onni og kemur stöðunni í 60-88. Jón Axel Guðmundsson keyrir upp, finnur, sé ekki hver þetta er, fyrirgeði í hotinu, hann dúndrar í sónihjallana. Ekkert vandamál. 3 stig. Þetta var Daniel Guðni, sett honni í 7. Sýnist þetta samt ekki vera hann. En Hannes Ingi Másson setur ekki honni, Jerome með sterkt frákast. Hann fer bara alla leið, en hann blokkaði bara Ómar hana. Fínur til Ómari. Ómar bara fer alla leið. Áhöfina. Þorleifur var ekki nógu fljótur sjá hann. Þarna fyrir Ómar boltan. Fyrir glögga áhorfendur þá eru Grindvíkingar að spila sömu sókn og Tindastóll byrjaði að spila hérna í byrjun tímabils. Svokallega þríeindssókn. En Joe Costa er búinn að henda því og fara í svipað og svipað allan og Ísrael Martin var að vinna með ekki sama, svipað. Jerome, Finnur Arthur, mjög þröngu færi, Hannes, Eidlingur, Pétur og fær villu á Jón Axel. Tvö skot, það er bónus, sýnist mér. Eða hvað? Nei, það er ekki komið bónus. Arthur, þannig Sigur Páll komin inn á og það er villa á Þorleif. Pyrringsvilla, en allt í góðu. Jerome, Siggi, Arthur kemur upp úr tömult skríni. Hannes inn á Jerome. Jerome, hann þarf að skjóta. Gerir það, setur hann ekki honni. Hann er... Arthur brýtur vantilega á sér eða ekki. Já, Jón Axel var kominn hann í flott rönn upp. Voru á vinstra megin, tekur stefnubreytingu á 45 gráðunum. Inn á körfunni. Vinnur sér inn 2 skot. Fyrra skoti er ekki ofan í. Seinna skotið. Ekki heldur. Já. Óöpinn, Jón Axel. Svon Guðmund Bragason er hérna sem að gerði garðan fræðan, en Hannes Ingi Másson. Hannes Ingi setur þetta honni. 30 stiga karfa. 65-90 staðan. Þorleifur fær boltan, Pétur til varnar. Pétur brýtur af sér hann að rýtsinn aftan frá. Margar villur núna. Gengur rosalega hægt leikurinn. Já, herðu. Ég sé að núna Hannes setur þrist hann að þetta er staðan 65-91, ekki 90. 20 eitthvað. 26 munur. Þorleifur setur fyrra vitið. Seinna vitið. Geigar. Arthur kemur upp. Finnur Jerome. Viðar. Hannes Ingi kemur úr skríni. Finnur Jerome hann að auðveld. Frábær sóknir til þessum mönnum hann að. Jerome með auðvelda körfu hann að. Jón Axel. Ómar. Þorleifur fær handoff Ómari. Fær villu á einhvern. Á Hannes. Númer 11. Það er að slá. En ég nóti ekki bara tækifæri að óski pabba mínum
til hamingju með afmæli í dag. Kallinn orðinn háaldraður. Nei, ég segi það. Hann er vantilega að hlusta á, ég segi bara til hamingju pabbi. En Þorleifur setur fyrra víti ofan í. Seinna víti sömuleiðis. Og síðan færa skiptingu. En nú lítið yfir aðra leiki og það er eins og ég segði, KR var að sína styrk sinn og eru núna komin 10 stigum yfir á móti Selfoss eftir að hafa farið mest 20 stigum undir, held ég. Hannes kemur upp á skríni, fer upp í þrist, setur á Ekkjóni, Jerome með sterkt frákast, finnur Viðar, Arnþór fer inn miðjuna og það er brotið á honum og 2 skot. Þá kemur Jerome út af, Yngvi kemur inn á, Arnþór, fyrra viti er Oni, seinna viti sömuleiðis, Hannes til varnar, Yngvi stelur boltanum, er að fara alla leið. Gerir það, 68-97, rúmar 2 mínútur eftir að leiknum. Grindingar í einhverjum vendram. Það kom honum inn, Jón Axel. Kemur upp með boltan, Ómar Örn. Bakkar Sigurð inn, einfalt. Hann ætti að geta gert þetta í hverri sókn núna, hæðstur, stæðstur. Eini miðherri er svona inn á Yngvi, fer baseline, stoppaður, erfiða sendingu á Hannes, en fær síðan boltan aftur, hann var að skjóta þess og skrefar hana, hárrétt. Hann var bara að skjóta þess Yngvi hana. Nú eru tölskipting hjá Grindvíkingum. Villa á Sigurð Pál. Það er Þorsteinn Finnbogason sem er að fara á vítalínuna fyrir 2 skotum. Fyrra viti er Ronny. Seinna viti sömuleiðis. Arnþór kemur upp með boltan. Hann fær horn. Siggi, hann dribblar inn í fín vörn hana. Það er bara að fara í pull-up þrist. Já, og setur honum vel gert. Arnþór. Yngvi finnur Hannes glæsilega gert. Það er bara blokkaður, en Siggi með frákastið. Finnur Yngvi á Hannes, Viðar í horninu. Hannes, galopur þrist, setur honi. 74-100 staðan. eftir af þessu leik. Viðar næstum búinn að stela boltanum hana. En það eru beint upp í þrist. Setur Ekkjóni í. Hannes með frákastið. Arnþór. Yngvi. Finnur Viðar. Og Viðar fer upp í þrist. Setur Ekkjóni í. Óbinn. Þetta er svona að renna sitt skeið þessi leikur. 20 sekúndur eftir. Einn sókn. Grindvíkingar klára væntanlega leikinn. Ég ætla ekki inn að svona, já, hvort ég ætla að spila. Jú, það er hárri. Kláran leik. Yngvi að brjóta hana. Óþarfa brot hana. Og Yngvi á hliðin á línuna fyrir Grindavík.
5 sekúndur eftir. Já, fyrravitið er óný. Seinna vitið sömuleiðis. Þá er þetta bara að klárast þessi leikur. Hann klárast með sigri Tindastólsmanna á lánlausum Grindvíkingum. Nokkuð ljóst í byrjun leiks hvert stemdi. Lokatölur í 77-100 fyrir Tindastól. Bara þéttur svona liðsigur hjá Tindastól en greinilegt að kanaleysi og það er svona sem Grindvíkingar voru bara andlausir hér í kvöld og þurfa væntanlega aðeins að græða sér betur til að fara að spila. Þeir eru með hörku lið en bara ómikið, það er eitthvað sem er ekki að smella hjá þeim en full trú á það græðist meira á þeim en okkar menn Tindastól næla sér í 2 púnta á töfluna, koma sér 10 stig og komast aftur á sigurbraut. Við eigum einn heimaleik eftir sem er í næstu viku á móti FSU, finnst mér líklegt, sem að voru að tapa á móti KR-ingum. eða er að tapa. Já, þarna voru það. Já, næsti leikurinn mitt, hann er á móti. Já, það er FSU í Síkinu, 15. næsta. Skyldumæting fyrir alla í Skagafirði, segi ég, en ég heiti Guðlaugur Skúlason og ég þakka bara kærlega fyrir áhorfið í kvöld og við heyrumst og sjáum síðar.